Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og ertu velkomin í þátt 3 af þessu hlaðvarpi. Í dag langaði mig að tala að læra með því að gera. Og hvað á ég við með því? Það er næstum því skrítin setning að segja yfir höfuð. Hún hljómar mjög ensk. Ég á þá við að vera að læra einhvern ákveðin hlut með því að hreinlega gera hlutin. Því að maður getur ekki bara lært hlutin af því að læra hluti hlutin, það er að segja eins og þú ert að lesa sér til eða hlusta á aðra tala það, heldur þarf maður að gera hlutin. Þetta er ekkert gefið að maður kunni strax að gera hlutin sem maður er að læra að gera. Annars væri við ekki að læra að gera hlutin. Þá væri við bara að hreinlega gera hlutin. Sem þýðir þá að maður þarf að gera mjög mikið af vittleysum, gera mikið af villum til þess að safna reynslu. Því reynsla er ekki endilega bara að hafa gert hlutina vel, heldur líka að hafa einmitt gert hlutina illa, gert mistök og lært af þeim. Ég veit ekki hvort að það sé legasaga eða ekki, en einhvern tíma las ég að ástæðan fyrir því að þú færð svart belti í bardaga íþróttum, eins og í karate eða taekwondo eða líkum íþróttum, er vegna þess að þeir sem að voru að stunda þessa íþrótt fyrir löngu síðan áttu alltaf að þrífa gallann sinn. Það var hluti af aganum að þú mættir alltaf á æfingar í hreinum galla. En þá var til siðs, þar að segja að það var menning fyrir því og siður fyrir því að þú áttir ekki að þrífa beltið þitt, það sem að hélt gallanum þínum saman. Þannig að það varð alltaf skítugara og skítugara með tímanum, með reynslunni. Þannig að þegar að beltið sem þú fékkst í upphafi sem að þá var hvítt, eins og allir byrjendur í bardaga íþróttum byrja með hvítt belti, varð alltaf skítugara eftir því sem að þú hafðir dottið í jörðina og fengið að finna fyrir mistökunum. Þú safnaðir reynslu bókstaflega með því að safna skít á beltið þitt, þar til að beltið þitt var orðið alveg svart. Þá þýddi það að þú hafðir safnað það mikilli reynslu að þú varst komin með svart belti. Þú ert búin að safna mistökum. Ég er til dæmis búin að læra mjög mikið af því að byrja þetta hlaðvarp sem að ég vissi ekki áður. Ég er búin að komast að því hvað það þarf lítið til að gera þetta hlaðvarp, en að það getur tekið aðeins meiri vinnu að gera það vel. Til dæmis er ég búin að læra ýmis hljóðvinnslu brögð, þar að segja leiðir til þess að vinna með hljóðið þannig að það sé betra að hlusta á þessa þætti, sem að ég vissi ekki áður en ég byrjaði og hefði örugglega ekki lært ef að ég hefði
ekki farið að gera þessa þætti. Þannig hef ég verið að læra með því að gera. Auðvitað get ég lesið mér til hvernig á að gera hlaðvarpsþætti og horft á myndbönd sem að kenna manni að byrja. Og auðvitað gerði ég það líka, þannig að ég væri ekki á algerum 0 punkti þegar að ég byrjaði loksins. En ég gat ekki bara lært af því. Ég þurfti að fá að byrja að gera og læra þá af því. Og mér hefur gengið mun betur að læra eftir að ég fór að gera heldur en áður en ég fór að gera. Hvernig tengist þetta tungumálum? Hvernig gerir maður tungumál? Jú, maður talar það. Til þess eru þau gerð. Þau eru gerð til þess að einn einstaklingur hugsi eitthvað eða viti eitthvað sem að hann þarf að miðla til annars einstaklings og hinn einstaklingurinn þarf að skilja þig og þá mögulega og vonandi að geta svarað á þessu tungumáli og að þú skiljir það sem að aðilinn segir við þig tilbaka. Þannig virka tungumál. Við gerum hljóð með munninum okkar og við skiljum þessi hljóð sem upplýsingar. Að þetta safn af hljóðum þýði eitthvað fyrir þeim 2 einstaklingum sem að tala og skilja ákveðið tungumál. Það er til fullt af leiðum til þess að læra tungumál. Það er hægt að lesa sér til það, hvernig tungumálið virkar. Það er hægt að lesa bara sögur og bækur og fréttagreinar til þess að sjá hvernig tungumálið er skrifað. Það er hægt að hlusta á tungumálið og heyra hvernig hlutirnir eru sagðir og hvernig það hljómar þegar einhver talar það og maður prófar hvort maður skilji allt sem er sagt. En það er bara input til þess að sletta á ensku. Það er bara þú að fá tungumálið að utan og sett inn í þig. Það er bara skilningur. Það að skilja það sem er fyrir utan þig. En að gera tungumálið, þá þarftu að tala tungumálið. Hinn hlutin af því að tala tungumál er að geta gefið eitthvað frá sér, að skapa output til að sletta aftur á ensku. Því það er með því að sjá og heyra hvernig þú talar tungumálið sem þú getur komist að því mun betur heldur en bara með því að lesa og hlusta, hvernig þú gerir villur og færð að gera villur sem að þú myndir ekki fá með því að reyna að lesa eða hlusta. Þannig að ef að þú ert ekki að gera tungumálið, að tala tungumálið, þá gætirðu verið að missa af einni bestu leiðinni til að læra það. Nú gætir þú verið stattur eða stödd á einhverjum stað í heiminum þar sem að það er ekki beint margir sem að kunna að tala íslensku, sem að þú gætir talað við. Ísland er lítið land og Íslendingar eru lítil þjóð. Við erum mjög víða, en það eru ekki nógu mörg af okkur til þess að geta fullvissað sig það að það sé Íslendingur einhvers staðar nálægt manni. Þannig að hvernig gætir þú náð að tala við einhvern Íslending til að prófa að tala málið, prófa að gera málið. Það eru til ýmsir kennarar á netinu sem að vildu gjarnan hjálpa þér að verða enn betri í íslenskunni.
og ég einn af þeim. Ég kenni á tungumálasíðu sem að heitir italki, þar sem að ég hitti einn nemanda í einu og hjálpa þeim með að komast lengra með íslenskuna sína á hvaða stigi sem þau eru komin á. Og sumir sem eru mjög langt komnir eru nemendur sem að hafa lesið mjög mikið, hlustað mjög mikið og jafnvel orðið frekar góð í því að búa til hljóðin og segja orðin og bera þau fram eins og þau væru Íslendingar. En þau fá varla oft færi til að tala við annan einstakling, að vera í samskiptum við annan Íslanding eða íslensku talandi aðila. En það eitthvað sem ég geri mjög mikið og mjög oft við þá nemendur sem að eru lengra komnir, sem að gæti verið eins og þú, ef að þú ert að ná að skilja stóran hluta af þessu hlaðvarpi. Þannig að ef að þig vantar að ná að tala við einhvern Íslending sem geti hjálpað þér með íslenskuna þína, þá væri ég laus til þess í gegnum þessa kennslusíðu. Ég set lekkin á kennslusíðuna mína í lýsinguna á þessum þætti, þannig að ef að þú hefur áhuga á að hitta mig og tala við mig á þeirri íslensku sem þú kannt, þá máttu endilega panta tíma hjá mér þarna. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.